Þetta gaman að fá það eins og. Sömuleiðis, fá að koma til þín. Hvernig líst þér á, þú sagðir hérna, þegar þú komst inn að það voru bara hugleiðslupúðar og hérna alls konar. Þetta var náttúrulega svona jógarými hérna hjá mér. Já, mér líst bara vel á það. Ekki? Já, ég lærði jógakennari, sko. Já, það? Já, hann Guðjón, sonu minn, hann alltaf, held hann hefði kennt einhverjum 84 kennurum, svo ég fór í fyrsta námskeiði hjá honum og ég ætlaði að kenna jóga fyrir vestan, samhliða því að vera með hótelrestur og svona var aldrei tími til þess. Nei. Það var stundu tími til að gera það fyrir mig sjálf og alltaf að vetuna. Alveg Guðjón Bergmann. Já. Er sonu þinn? Hann er sonu minn, já. Hann var nú heldur betur frumkvöld, sko, þegar hann var með jóga og svona á skjá einum og alls konar. Já, með tantrajóga. Tantrajóga og alls konar. Já. Þá var nú ekki, þá voru nú bara kallmenn ekki að gera jóga yfir höfuð, sko. Nei. Hann var, þetta er sko, ég byrjaði að gera jóga því ég er 18 ára. Mhm. Þetta voru svona æfingar sem að einhvern veginn höfðu til mín, sem ég fann svo upplagt þegar hann fór að kenna og að ég myndi líka læra hjá honum. Já. Og yngri son minn er líka jógakennari, þannig að þetta er 3 jógakennara fjölskylda. Akkur heldur að synir þínir hafa ákveðið að verða jógakennari? Heldur að hafa komið þig að gera? Ég veit það ekki. Ég var náttúrulega alltaf að gera einhverjar æfingar og eitthvað jóga og eitthvað þegar við voru krakkar og það er náttúrulega þeir eru aldrei upp í svona umhverju þar sem að við vorum, sko, ég stofna Verslunum Betra líf 89, við stofnum stjörnuspekimiðstöðuna með Gullastjörnu 85, skilur, það var alltaf verið að ræða alls konar svona stjörnuspeki, andleg mál, lesa bækur í þessum dúr og svo komið heilsumálin inni, þannig að þetta er umhverfið sem þeir eru aldrei upp í, það var mjög reglulega erlendi fyrirlesarar eða miðlar eða eitthvað í heimsókn hjá okkur og gistu heima hjá okkur þannig að þetta er umhverfið sem þeir koma úr, sko. 85, 87, Gulli þá ertu að tala bara hinn eina sanna, Gullastjörnu. Já, Gulli Guðmunds. Já. Sko, það var mjög skemmtilegt að ég er sportryggi og Gulli heitir maður minn, hann var Vog og svo er Gulli stjarna. Já, á þætti bara held ég á, sko, RÚV, það var ekki komin held ég Rás 2 eða kannski var það Rás 2, ég man ekki, hann er einhver svona morgun þætti og það er verið að spyrja, fólk má hringja inn og spyrja hvernig merkin passi saman og eitthvað svona og það hringir inn einhverju umgjörskona og segir hvernig passa saman Vog og sportryggi og Gulli stjarna sem er smá fóbíu fyrir sportryggum að hann svara illa og minn maður er að lappa út í vinnuna akkurat, þetta er rétt fyrir 9 akkurat þegar hann heyrir þetta og segir, hringdu þennan mann, það getur ekki passað þannig byrjaði samskipt okkur og við fórum á námskeið hjá Gulla stjörnu og við vorum að gera kort fyrir alla í fjölskyldunni og við vorum að fletta öllum upp og við fórum aldrei neitt í mörg ár þarna eftir þess að vera með efemeri sem er svona bók þess að getur svona séð helstu stjörnumerki sem að fólk er í og þannig það voru allir analýseraðir í dællur. Já, á þann hátt sem hægt var að gera út frá efemeri svo er ég náttúrulega búin að læra miklu meira síðan þá en þetta var skemmtilegt en svo voru vinir okkar náttúrulega aðeins að gera grína þess og við vorum einhvern tímann í veiðitúr með efemeris með okkur og þá kom einn inn og sagði já, ég er sko naut í flægi og fiskur í norður á þannig það var alls konar gert grína þessu sem við vorum að gera. En þetta er skemmtilegur, sko, þú ert að fara inn í ákveðin tíðarandan, ég var að taka viðtal við hann Guðna Gunnars. Já. Og það var einmitt svona, þegar hann var að segja mér, sko, þegar hann er að byrja með svona líkamsrækt og þú veist að það var nánast bara einhvern veginn, menn voru að lifta í laumi og þetta er svona öðruvísi, en maður upplifir samt eins og þetta svona innan gæsaleppa andlega, þú veist, eins og stjörnuspeki og jóga og þetta, að það sé svona ákveðin hluta þessu var svolítið með hippatímanum. Já, og svo er þetta núna einhvern veginn aftur að blossa upp psychedelic-efnin og alls konar dót sem það er svolítið eins og sé að koma umferð 2 af alls konar hlutum. Það er að gera það á vissan hátt, sko, en 1987 þá verður það sem er kallað í heiminum harmonic convergence sem er svona breyting í orkuflæðinu og í framhaldi af því þá myndast það sem hefur verið kallað nýaldarsamfélög og við vorum með nýaldar samtök og gáum út bækur undir heiti nýaldabóka og annað þess að það sem að fólk var í rauninni fyrsta skipti að byrja að tala tilfinningar og að tala að þyrfti að vinna úr einhverju, þú veist, gömlu og eitthvað þess að
og ég held að við höfum á þessum tíma verið að færa okkur meira inn í hjartaorkuna það svona byrjunin á því sem verður þá og svo og það heldur áfram vel inn í sko alveg fram til svona 1900 allir svona 1900 fram undir 2000 svo bara kemur peningæðuðinn Akkurat. Og þá gleymir fólk andlega þættinum því að það ætlar að græða svo mikið þú veist og svo alltaf þegar það verða svona einhverjir erfileikar þá leitar fólk í hið andlega af því að hið efnislega er ekki að fullnægja þörfin þess já, en þetta var þetta var mjög merkilegu tími sko og ég setti sko við gáum út bókina aldrei aftur meðvirkni eftir Melody Beattie á síðan tíma og mér minnir það hefur verið 92 ég er ekki alveg samt með það á hreinu en þá var ekkert orð til á íslensku yfir meðvirkni svo sem þýddi bókina hún fór í orðabók Háskólans og saman með þeim var þetta orð búið til annars var þegar fólk var að koma í búðina til mín og svona, þá var það bara átt einhverjar kóti bendis í bækur þú veist, það var Vá, þannig að þetta orð er náttúrulega ekki svo lítið notað í dag Nei, og þegar við erum að tala sko að það er 30 ára gamalt Ég nefnilega var með einn viðmælandi hjá mér sem heitir Brynja Karl Körbálþjálfur og hann segir alltaf að vera meðháður Já Hann notar annað orð, meðháður og það er Bæði orðin virka sko? Já, ég þarf að gera það sko, já, en maður er í rauninni, meðháður eða meðvirkur, virknin hjá manni er svo að maður hvað ég segja, maður fylgir í rauninni hegðun þess sem er vandamálið, að bleiki fíllinn fær að ráða. Þannig að en þetta, mér finnst þetta merkilegt sko. En hvað með annað sko þegar að tala einmitt þetta allt sem er svona andlegt og þetta, þá er það náttúrulega mjög oft sem fólk fer inn á þessa braut út að það er í einhverju basli með sjálft sig og líka heilsa, þar að segja, það er yfirleitt ef orðum það þannig, ef að samfélagið er að segja við þig að þetta virki bara þú gerir svona og kaupa þetta og gera þetta og ef það virkar bara fyrir því líður vel þá vaknar ekkert allt í einu á einhverju mánudegi og í dag ætla ég að fara að skoða meðvirknina mína það er yfirleitt, þú glessir á okkur vegg og þá ferð að leita að lausna er þín, að því þú ert svo lengi búin að vera spekular í heilsu er þín vegferð þá klassískt dæmi um þetta, þú ert að basla með heilsuna sjálf Já, ég er náttúrulega sko, ég er eiginlega alveg á því að ég hef verið með mjólkuróðþol frá fæðingu því að ég varð magaveik strax og maður minn hætti með mig á brjósti og ég fekk kúamjólk og svo bara í rauninni hélt það áfram, ég var alltaf með sýkingar í ennis og kinnólum sem er náttúrulega algjör klassist dæmi óþol fyrir mjólk sem krakki sko og svo er ég misnóttuð sem barn tæplega, ég held tæplega 7 ára komin frekar heldur en tæplega 6 en það er svona aðeins á reiki hvort heldur var og í framhald af því það verði ég ofboðslega kvíðin og það er eitthvað sem ég gerir mér ekki grein fyrir ég er orðin bara fullorðin skilur og hrætt við allt og óörugg og ég fæ magasár því ég er 10 ára Magasár þegar þú 10 ára? Magasár 10 ára sem alltaf bara þú veist þótti með eindæmum Er ekki magasár yfirleitt eitthvað sem fólk er að vinna sér inn í mjög langan tíma? Jú En ég man samt sko að alltaf þegar það var saltkjöt í matinn eða þegar var slátur eða eitthvað svona ofsað þungum matur þá vaknaði ég einhvern tímann rétt eftir miðnætti og kastaði öllu upp. Já, það er svoleiðis. Já, og svo var ég bara alltaf, ég var eitthvað svona veik, þannig að allt svona það virtist allt fara í meltingafærin og það er náttúrulega sko sympatíska og parasympatíska taugakerfi rennur í gegnum vakustögina sem að fer þarna niður í þar sem að meltingafærin eru og hún verður náttúrulega fyrir opaslega miklu áfalli við misnotkunina Já, akkurat Þú veist, en ég vil kalla það nauðgun og sem gerir það verkum að ég er að baksa við þessa taugadæmi og ég vissi í rauninni ekkert hvað hafði gerst fyrir mig, hvað hafði komið fyrir mig hvað hafði skeið, ég vissi bara að mér leðalið hræðlítla Ég vissi að næsta morgun að þá var mér bara svo illt í blöðrunni þegar ég var að pissa. Það var svo sárt. Og ég sko er búin að vera með blöðruvandamál alveg eiginlega síðan þá. Og ég þorði ekki að segja nokkuð einasta orð. Segja neinu frá þessu. Þannig ég þagði alveg yfir þessu þangað ég var rétt fertugt. Og þá er ég að reka búðina betra líf.
og þá er verið nýbúið að stofna stígamót og ég öll í því að flytja einn bækur fyrir umgjafur konurnar sem stígamótum þá get ég fatt að ég var að flytja inn fyrir mig, skilur já, akkurat svo að þá fór ég í gaggervinni í það en svona meldingardæmið og það kemur eiginlega sko, ég byrja strax í kringum 20 að vinna í því það enga bækur til þá eða neitt sko, ég var að prófa þetta og prófa hitt, en ég eftir og ekki auðvitað að þú getur ekki fara á Google eins og nei, ekki neitt sko, það ekkert þannig að það vantaði svo mikið til að maður hefði einhvern stuðning og allt sem ég var að prófa var bara reynd svona svolítið fálmút í loftið og svo þekking sem til í dag var náttúrulega ekkert til þá Hversu mikið þolinmæðis vinna svona? Rosalega mikil rosalega þolinmæðis og líka í rauninni sko opáslega vanlíðan á ferðinni Einmitt. Vegna þess að það er eitthvað að þú veist ekki hvað það er þú, ég var búin að fá sko skilgreiningu hjá læknum að ég væri ímyndunarveik þeir sögðu það bara svolítið hugulega, ég verið komin að þeirri niðurstöðu að þetta sé psykosomatíski sjúkdómar ég var náttúrulega bara ímyndunarveiki sko svo að ég var alltaf sjálf að leita og ég náttúrulega horfði svolítið upp á bæði ömmu mína og mömmu vera duglegar að taka öll lyfin sem læknirinn skrifaði út fyrir þær og ég vissi að þetta væri ekki mín leið Hvernig þessu það? Ég bara einhvern veginn fann það inn í mér það var önnur leið sem ég átti að fara og ég auðvitað prófaði þú veist, ef ég fekk einhverja sýkingar sem ég fekk gjarnan eða ég prófaði að taka við sveppasýking og þá prófaði ég að taka einhver lyf í heilt ár og við blöðrubólgu og eitthvað annað skilur það læknaði ekkert Nei. En sko þegar maður er svona í svona vanlegan þú veist, stöðjur höfuverkir og önnur vanlegan í líkamannum þannig að verður opáslega streita ástæðandi í líkamannum og það er ekki til þess að laga það Einmitt, og þá kemur þetta sem varst að segja með psychosomatic og þú veist, þetta kallar náttúrulega ímyndunarveiki eða hypokondría, alls konar að það samt bara nú erum við farin að vita nógu mikið til þess að vita það að ef þú ert stanslust í streitu þá það bæði að setja meldingaveginu í uppnám og náttúrulega að setja hugsanirnar í uppnám sem hefur áhrif á taugakerfið og líkamann þannig á endanum þetta náttúrulega engin ímyndunarveiki sko. Þetta bara þetta er líkamnast það getur vel verið að þú sért að búa einkennin til sjálfur eða sjálf en vandamálið er bara umverulegt algjörlega og ég sko það er mjög merkilegt að þegar ég er 35 ára að þá er það tæknimaður á sjónvarpinu Marino heitin Ólafsson sem var mjög mikil svona tæknimaður og hafði búið til svona rafbóðstæki til að fara inn á allar orkubrautir líkamann samkvæmt kemískulæknisfræðinni sem greinir mig með kandida sveppasýkingu það er ekki læknir og hann lána mér bók sem heitir á frumálinu The Yeast Connection og hún kom út árið 1984 ef ég man alveg rétt og læknirinn, þetta var kanadísku læknir sem var að setja þetta fram og hann var púað niður á læknarastöfun fyrir að koma með þessar hugmyndir að leyfa sér þetta í dag er alltaf verið að tala sko að þessi SIBO sem er small intestinal bacterial overgrowth eða ofmikið af bakteríum í smáþörmunum þannig að það er ekki tala lengur kandida nema svona endrumosinu en það eru yfir sko ég skrifa bók kandida með Hallgrími heitnum Magnúsinni lækni og við vorum með lista yfir meirinn 100 einkenni, heilsufarseinkenni sem að geta komið út af því að það er ójafnvægi og ómikið bakteríugróður eða sveppagróður í meltingaveginum sem myndast við það alls konar gas og það hefur áhrif á lifrin og svo hefur það bara áhrif á allt kerfið sko og ég man bara þegar ég breytti mataræði þarna að þú veist ef ég væri að borða þess að ég borðaði þá í dag sko þá held ég oh my god það var ekki mjög gott en sko þá var það svo mikið stökk frá því sem ég hafði áður gert að það breytti mjög miklu fyrir mig og hjálpaði mér að komast að stað til þess að ná betri heilsu og leið og ég fór að breyta mataræðinu þá til dæmis ég var búin að vera með sko mígrínhöfuverki frá því ég var 12 ára nánast á hverjum degi og þarna allt í henni hurfu höfuverkitir og það sem að maður gerir oft sko er að maður þegar maður er í einhver svona ástandi er að maður borðar ofan í verkina Akkurat. Til að sefa þá það sem í rauninni býr þá til Einmitt.
Þetta verður rosalega vítaringur. Já, og ég var til dæmis mjög dugleg að fá mér ristabrauð með osti og kók þegar ég fekk höfverk. Það var eitthvað sem ég fæst slá á sem rauninni bara spólaði upp áfram, sko. Hvað myndir þú segja eftir að hafa verið öll þessi ára að vinna í að spekulara í heilsu og vinna með fólki? Hvað svona, ef að fólk með þau, þetta séu bara gríðarlega margir með einhvers konar svona lífstíls sjúkdóma eða allavega svona byrjunar engin og svona. Hvað myndir þú segja að væri mikilvægast atriðin að byrja á? Það bara að byrja að hreins út mataræðið og hafa það einfaldara? Já, sko, mataræðið náttúrulega, það er orkan sem við setjum í líkamann og þess að þurfi alltaf að byrja að skoða það grunnurinn öllu að mínu mati og byrja að taka út sykur, það náttúrulega eiginlega númer 1 og síðan allt svona sem að veldur gerjun og fólk gerir sér ekki grein fyrir því að kaffi veldur til dæmis mikil í gerjun í þörmónum. Ég að drekka kaffi. Já, ég veit, ég drekk kaffi líka, skilur, en ég vel hvernig kaffi ég drekk og ég drekk kannski mestalagi 2 bolla á dag eða eitthvað þess að og stundu tekið tíma þess að ég drekka ekkert kaffi, skilur, þannig að en svo þetta alltaf í svona samhengi við hvað annað þú ert að borða. Akkurat. Og svo náttúrulega, þú veist, það sem að, til dæmis ef það sveppasýking í þörmunum, þá þurftu bara að svelta sveppin. Já. Maður verður bara að taka það í gegn og svelta hann. Og ég er búin að vera með námskeið núna sem að ég kalla hreint mataræði, sem svona detox-program sem að stendur í 24 daga og ég að byrja með 80. námskeiði núna. Númer 80? Já. Hvað Og það rúmlega 2300 manns sem búin að koma á þetta námskeið og ég veit af reynslunni að svona hreinsun, hún hjálpa fólki að komast á svona ákveðin núllpunkt og síðan getur það þá valið í framhaldinu hvað það vil gera sem ég get ekki beðið eftir að fara frá mér áttu brauð með osti og eitthvað svona, en svo aðri sem segja, ég ætla bara að velja öðruvísi í framtíðinni. Ég man að ég sá þetta þegar ég var að skrifa ævisöguna hennar Jónínu Ben, blessuðs minning hennar, þá horfði ég á fólki sem var að koma út úr 12-14 dögum af föstu. Já. Og þá sástu bara það eitthvað merkilegt að gerast sko. Að því þú veist, fólk var, maður sá það bara í augunum á þeim og þau voru að lýsa bara einhver einkenni sem þau voru búin að vera með í ára raðir allt í hennu farin og síðan náttúrulega ferði aftur út í lífið. Já. Og þá misjæmt hvað þetta endist lengi og hvað fljótur að fara aftur í sama farið og svona, en þú samt sko, þegar ég tók síðasta skipti sem ég tók svona alvöru föstu, þá fannst mér fannst ég vera að finna líkamlega jákvæð áhrif af því alveg í hálft ár, jafnvel þó ég væri byrjaðar að fara í gömlu, bara létt á kerfinu sko. Já, þú vildi sér létt á kerfinu og svo náttúrulega líka annað sem sko að þegar ég var með námskeiðin í sal, núna þetta allt komið á neti út af ástandur undanfarin ár sko, en þegar ég var með í sala, þá var alltaf sko, ég var með 4 fundi og 3. fundi, þá var alveg svo það kemur bara ljósaperu, þú veist, inn í salin því það hefði allir breyst svo mikið. Hvað var fólk þá búið að vera lengi? Þá var það búið að vera í rétt rúma kannski 12 daga 12-14 daga. Hvað var það aðalega ef þessum 24 dögum, hvað fólk að taka út? Er það sykur? Sko, það að taka út sykur, það að taka út glúten og það að taka út alla mjólkvörur og kaffi, áfengadrykki, þannig að þú veist, það ansi margt, en það fullt annað og það sem alltaf svo skemmtilegt þegar fólk fattar að það að borða opaslega góðan mat þó þú sért að sleppa þessu og það að borða með sér veislumáltíðir og allt mögulegt. Þannig að þetta bara svona nýr skilningur á því að hvað hægt að gera, þetta önnur leið og ég náttúrulega fæ stundum aftur fólk, það einn sem ég held að hans búin að koma 5 sinnum þannig að það segir, ég er búin að fara aðeins svo mikið út af brauðinu núna, ég ætla að koma aftur til því þú veist, þannig að fólk kemur aftur og aftur af því það veit hvaða veljan það fær á eftir og svo náttúrulega í svona ferli þá léttast allir eitthvað og það getur verið allt frá svona kannski 2 kílóum og allt upp í 10 kíló og það fyrir náttúrulega pínlítið eftir hversu þungt fólk fyrir en þetta svona reynslan á þessum stutta tíma þannig að þetta er að hafa rosa góða áhrif og ég segi bara, þetta leggur grunn að þeirri leið sem þú getur síðan valið að fara í framhaldinu.
Hvað með, nú erum við á einmitt, þú nefnir hérna síðustu 2 ár hafi ekki verið hægt að gera þetta í sal og að vera á netinu og við erum á dálítið sérstökum tímum. Mjög sérstökum tímum og hérna það eitt sem að einmitt hefur komið til mín þó að ég sé kannski ekki alltaf, alls ekki fullkomin í að fara eftir því, að þá það einmitt að þegar það er svona mikið í gangi og er svona maður skrítið, þá verður maður einhvern veginn að reyna að halda hylkinu sem að maður er í eins góða ástandi eins og mögulegt er. Það er mjög mikilvægt. Bara til þess að, einhvern veginn, til þess að reyna, ég veit það ekki, til þess að reyna að tengjast innsæðinu sínu. Því það er svo rosaleg, það er einhvern veginn bara varðandi upplýsingar og annað, þetta er allt út allt og það eru allir að reyna að segja þér og þá er svona einhvern veginn, hvað er mín rödd innan allt þetta? Í hjartanu. Hvernig, og það sem er kannski mikilvægast í allir þessari umræðum að því ég veit að, og við komum örglinn á það, að þú ert með svona kontroversial skoðanir á alls konar hlutum. Við segja bara, það er kannski mjög margir sammálaðum, það er ekkit margir sem þóra tjáður opinberlega. Nei. Að þá er það einmitt þetta einhvern veginn, hvernig er hérna þessi umræðum hérna misinformation og þetta, þá kemur spurningin, er ekki lykilatriði í þessu að við öll reynum einhvern veginn að bara svona finna okkar sannleika. Jú, ég myndi segja það. Og leiðin til þess er einmitt svona svolítið þegar maður hugsa bara við erum í svo svakalegu yfir áreitisflæði. Það eru símatnir og það er þetta og svo er það þessi með þessa skoðun en þessi með þessa skoðun. Það er bara hvar get ég gefið heilanum og líkamannum mínum tækifæri til þess að byrja að hlusta þess. Og þar fyrir ég að finna kannski mín eigin rödd. Já. Ég persónulega lít þannig að við þurfum að velja á hverju við ætlum að hlusta. Á hverju við ætlum að hlusta og ekki vera að hlusta á alla. Okay. Vegna þess að það ruglar okkur. Það er í gangi plan að rugla okkur. Okay. Og það er að takast svolítið vel því að þessi segir þetta og þessi segir hitt. Hins vegar líka í gangi í heiminum alveg óbáslega ritskoðun. Þannig að þú mátt ekki helst vera með aðra skoðun heldur en meginströms fjölmiðlarnir setja fram og svo líka hitt að þegar við erum að fara í gegnum svona umbreytingaferli sem ég líti á að við séum að gera að þá til ég mér mikilvægt að við hugleiðum við tengjum okkur í Guð og biðjum að við hlustum á hjartað okkar. Hjartað veit alveg ótrúlega mikið og það eru miklu fleiri taugaboð og boðefna sendingar sem fara þaðan upp í heila, heldur frá heila og þangað. Þannig að við hvar finnum við samtengingu með einhverjum með öðrum? Hvar finnum við, já, þessum get ég treyst, já, þessum vil ég vinna með, já, þessi er einhver sem að virðist vera að vita hvert hann er að fara. Þannig að við leitum eftir einhverju svoleiðis, en aðalmálið er auðvitað að við séum bæði líkamlega og andlega sterk vegna þess að það er búið að reyna heilmikið á okkur en þá eftir að reyna ennþá meira á okkur. Þú segir það? Já, við erum í svona 20 ára breytingatíðanbili sem hóst árið 2012 og nú er 2022, þannig að það er helmingur neði búin og við erum að fara inn í þessum gullnuöldina 2032, það er svona stefnan og meðan verið er að brjóta niður öll gömlu kerfin að þá eigum við eftir að fara í panik vegna þess að, oh my god, þetta er alltaf búið að vera svolítið, ég meina, hvað ég gera á eitthvað svona en við verðum að horfa á hrunið til þess að geta byggt upp eitthvað nýtt. Jú. Að við erum svolítið að byrja að byggja það samhliða því við erum að byrja að móta það í höfðinu á okkur, mjög margir. Hvað viljum við í framtíðinni? Hvernig heim viljum við? Akkurat. Viljum við hergagnaheim eða viljum við friðarheim? Þú veist, hvar erum við stödd í þessu og hvernig viljum við fá að ráða okkur sjálf eða viljum við láta ráða yfir okkur? Viljum við hafa heilsufrelsi eða viljum við að einhver annar eigi að stýra heilsuna okkar? Og þetta eru stóra spurningar sem fólk þarf að spyrja sig í dag, sérstaklega núna vegna þess að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, til dæmis með heilsuna, er að vinna að því að gera samninga við alla ríkisstjórnir heims, 194, að þeir afsali sér öllu stjórnskipunarvaldi ef það kemur upp það sem að þeir hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni meta sem faraldur sem getur verið hvað sem er, af því það er búið að breyta skilgreiningunni
sko og þá í rauninni verði allar þjóðir heims að fara eftir þessum skipunum frá WHO eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni en geti í rauninni ekki beitt sínu eigin stjórnskipunarvaldi og þetta, við erum í rauninni búin að vera að fara í gegnum þetta núna og fyrir þinginu núna liggja ný sóttvarnalög og í þeim þessum rétti afsalað til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Rétti hjá Íslandi? Já. Það reyndar svona sérsamningur sem þeir vilja líka að ríkin skrifundir, en það verið að það bara kemur skýrt fram, komi þetta upp þá förum við einu og öll eftir sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir. En þá kemur aftur að sko þessu sem að ég hugsaði bara eins og núna, leiðum að fer inn í að byrja að tala aftur COVID, af því nú er búið að létta allir reglunum, þá er svona bara, nennir einhver að hlusta á þetta. Kannski ekki. Og þá það þessi spurning, en leiðum að spyr þeirra spurningar, þá segir maður, vá, ef það svona auðvelt að, ef við fara ekki allt þetta tímabil og það búið að þreyta fólk svona mikið á sig, að við höfum ekki orkuna til að segja, við verðum að taka umræðum þetta, vegna þess annars getur þetta gerst aftur. Skilur þá er það svolítið skrítið skilur ég svo mikið sagt að þetta COVID-dót snýst ekki COVID, það snýst allt það snýst frelsi, það snýst heilsufrelsi, það snýst hvernig hlutum stjórnað og alveg sama hvoru megin þú ert við línuna þá þurfum við að taka umræðum þetta samanlegir hvert við ætlum að fara og hvernig á að gera og eins og þetta sem þú ert að segja núna, þá myndu væntanlega þeir sem eru hinum megin við línuna myndu segja já, en þetta bara í neyðar ástandi verður að gera hlutina öðruvísi og þá verður að vera svona að þeir myndu orðið þetta öðruvísi en þannig að það sé verið að afsala öllum rétti Íslandinga til World Health Organization. Já, kannski, en það samt það sem verður að gera vegna þess að nummer 1, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin sjálfseignarstofnun. Nummer 2, hún fjármögnuð að miklu leyti af hagsmunaaðilum. Lyfjafyrirtækjum og Gavi og Bill og Melinda Gates Foundation og fullt af fleiri fyrirtækjum, tryggingafyrirtækjum og einhverju slíku, skilur, það enginn þarna sem lýðræðislega kosin í stjórn, það ekki fólkið sem kýs neina þarna í stjórn, þannig að ef að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin ætti að fá heimil til að stjórna heiminum í gegnum farsóttir að þá erum við búin að tapa öllu sem heitir lýðræði og rétturinn á því að velja lýðræðislega kjörna fulltrúa til þess að tala okkar máli. Þetta náttúrulega dálítið crazy pæling, sko. Já, þetta ekki einu sinni pæling, þetta í gangi á fullu. Það verið að gera ráð fyrir því að ríkisstjórnin sé búin að skrifa undir þetta fyrir 1. maí á þess ári. Að þetta verði staðfest árið 2024 og þannig að þetta ekki eins og pæling. Og mér finnst allavega sem sko að því að hver og einn með sína vinkla og alls konar pælingar og mér finnst allavega að því ég er búin að vinna svo lengi við fjölmiðla og miðlun upplýsinga þá finnst mér það vera fyrir mig svo áhugavert í þessu COVID-tímabil og þessu að svona, þetta allt upp á borðum af hverju ekki verið að fjalla þetta? Hvað varðum, ég man bara þegar ég var inn á fréttastofu og svona, hvað varðum ritstjórnarfundina það sem, þetta alveg valið eins og núna, bara ný sóttvarnalög á Íslandi og það verið að ákveða þetta, en að taka umræðum það, skilju. Ég heyri ekki þessu umræðu. En við samþyktu, þetta voru samþykt ný sóttvarnalög stemma árs 2021, þannig að núna verið að samþykja ný, sem ætti ekki að þurfa, með viðbótu, alls konar, sem í rauninni bara hvað ég að segja afrit af lögum sem að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin setur fram hvað þú átt að gera, hvenær og hvernig og allt í einu eru allir orðnir heilbrigðisstarfsmenn líka sjúkraflutningamenn og hjúkrunarkonur og læknar og heilbrigðisstarfsmenn eða geta greint hvort þú sért með einhver veiki eða ekki en hingað til hefur verið svo regla að það sé læknir sem sjá greiningu. En hvað með þá það sem að þegar þú byrjar að fara í þessar áttir þá held ég það fyrsti stopparinn hjá fólki
Nei, þú veist, erum við alveg að fara að halda því fram að venjulegt sjúkraflutningafólk á Íslandi verði komið í eitthvað svona fasískt hlutverk eftir nokkur ár og það að fara að taka venjulegt fólk úr umferð, en þá myndi ég alltaf segja á móti, þú veist, leksíurnar eru þarna fyrir okkur til að skoða úr mannkynsögunni. Já, heldur betur. og svona hlutir gerast hægt og rólega, sko. Já. Og þeir gerast, og það er eitt grundvallaratriði sem forsendan fyrir því að svona dót geti gengið áfram, það er ótti. Algjörlega. Og meðan að fólk nóg óttaslegið til þess að fólk já, ég nú alveg sammála þessu, en þú veist, ég náttúrulega með vinnu og ég, skilur þú veist, ég að passa, ég með fjölskyldu og þetta. Já. Og þá, ég skil svo vel, hvenær kemur mómentið, þú veist, það er aldrei alveg rétta mómentið til þess að koma út úr skápnum og segja, nei, nú er ég búin að fá nóg. Nú ætla ég að mæta í einhver mótmæli og ég ætla að fara að láta heyra í mér. Skilur þú hvað er að fara? Já. Að það er einhvern veginn, þetta gerist það hægt og rólega að það er aldrei alveg rétta mómentið til að fara að taka einhverja svaka afstöðu gegn þessu og fyrir utan það er bara svona fólki sem er að leiða, þetta virðist nú bara vera frekar fínt fólk og skilur þú hvað er að fara? Já, ég skil það alveg. En samt segir sko, ef að þetta er ekki stoppað, þá erum við komið með alheimstjórn sem að Davos-klíkan er búin að vera stefnað mjög lengi. Ok. Og ef að fólk vil það sem er sko alræði, þar sem að þú í rauninni hefur ekki frelsi eða heilsurétt eða neitt þess að þú verður ekki frelsi til að tjá þig, það á að fylgjast með þér í einu öllu sem það gerir. Ertu að tala um svona social credit score kerfi og skoði bara, ég meina það eru myndbönd á YouTube þar sem við getum skoðað social credit systemi hjá Kínverjum. Þar er við getum íslenska að segja, þar er Sigga Jóns sem gengur hverfi og skrifa niður hvað íbúarnir gera. Hún er ráðin til að fylgjast með fólki í þessu hverfi. Ef þú hendir rusli á götuna en ekki í ruslafötuna, ef að þú hjálpar ekki einhverjum sem er með ofþunga poka eða gengur illa eða ef þú keyrir yfir á rauðu ljósi eitthvað, þá er allt skrifað niður. Þá kemur alltaf þessi, hver stendur á bakvið þetta og hvað af því að mér finnst svo gaman að ræða þetta að ég hlustaði á því í öðru viðtali og þar voru þeir sem voru að spurja töluðu svolítið afstöðuleysi hjá sér, sko. Ég myndi segja, ég sé ekki afstöðuleysi, en ég er kannski samt ekki alveg afdráttalaus eins og margir, skilur, ég er enn, orðum að þannig, mér finnst þetta svo oft, þá ertu bara, þetta fer frá því að annarkvæmst ertu bara í því að þú trúir öllu sem þér er sagt og allt er einhvern veginn bara svona, robotalegt og eitthvað svona, eða þú ferð alla leiðin í hina áttina. Og ég stend sjálf á mig svolítið ofta að vera svona, ég er sammála þessu hér, en ég er ekki sammála þessu, skilur hvað er að fara? Og mér finnst oft þeir sem svona, en þetta sem þú ert að byrja að tala núna með Davos-klíkun og allt þetta, þetta er náttúrulega bara upp á borðum fyrir framan fólk. Sko, fyrir 2 árum síðan, þá voru allir sem töluðu að kalla þér samsæringarkenningamenn, en ef þú skoðar hvað er að gerast í heiminum í dag, að þá sérðu að samsæringin, hún er raunveruleiki. Já. Það er verið, og eftir sem þú skilur meira, og nú er í rauninni meðvitund okkar að aukast í heiminum og það er verið að ljóstra upp fleiri hlutum sem hafa verið faldir fyrir okkur svo lengi að því heimurinn hann er ekki eins og við höfum haldið að hann hafi verið. Við höfum svolítið verið í Truman Show. Í alvöru við höfum verið það, svo bara eitthvað með þetta, það bara opnum við hurðina, það er heimurinn fyrir utan, skilu. Hvað að því ég hef alltaf staðið fyrir það sem fjölmiðlamaður, ég vil tala við fólk allt og manneskir svo þú slærð með eins og sért í mjög góðu jafnvægi og þú ert ekki það er ekkert öfgakent við fasið þitt og þá kemur þessi spurning mín að því þú hefur, meira svo á litla Íslandi hefur þú farið í viðtöl sem eru síðan bara tekin út og maður hugsa svona, nei, ekki á Íslandi, skilur þá er bara frekar hægt að segja, skilur, flotta konan segir viðtalin, ég er bara ósammála öllu sem hún segir, það er alltaf lægi, skilur en akkur þarf að taka út. Það er einhver sem stýrir aðeins ofar. Ok, hvaða viðtöl voru þetta sem voru tekin út? Ásdís Olsen, hún tókum við viðtali, kallar hann það ekki undir yfirborðinu, já,
og það var tekið í mars á síðasta ári og átt að birtast 11. apríl og hún sendi mér upptökur, 3 klippur svona, þú veist, eins og þættir við skipti í þrend með auglýsingalíu og einhversu leis það var allt í lagi með hljóð og mynd og allt saman og svo sendum ég post alltaf setna, ég fór að spyrja hvernig kemur þáttur ekki eitthvað að prófa þér og það því miður að það bara eðlæst hljóðtakarn á 3 þáttum. Og spurði það ekki að gera þetta aftur, eða? Nei, ég fatt alveg út af hverju. Nei, því ég þeirri stöðu núna, ég sjálfur ég með nýtt stúdíu og að setja upp græjur, ég til dæmis klúðraði hljóð á viðtali núna bara síðustu viku. Já. Þá sjálfsögður ringi ég í viðmælandan og ég að skoða hvort að hljóðið sé notast ef það er það ekki, þá ringi ég í viðmælandan og segja, mér langar að gera það aftur. Já. Nei, ég var ekki búið það. Þið var ekki búið það, ok. Og hvað var síðan hitt? Síðan var eitthvað tekið út af MBL? Já, það var einhver grein sem ég skrifaði. Var það ekki frétt úr þættinum? Frétt úr þættinum, já, frétt úr þættinum. Nei, það var þegar þeir voru að setja podcastið að staðinni þvottahúsinu, þá var það tekið út. Þeir settu inn svona frétt sem byrti á Smörtlandinu og hann fekk bara verið inn í sólarhring, svo var hann horfinn. Þannig að þú veist... Fekst einhverja skýringar á þessu? Nei, ekki þar en þar. Ég var að segja eitthvað sem að kom illa við kaunin á ýmsum. Sko, það hefur verið ráðist mest á þá sem hafa verið að segja sannar hluti. Ég vil ekki endilega segja að ég sé einhver forsprakki í slíku, en það bara staðrindin í heiminum, ef við erum að segja eitthvað sem kemur við kaunin á fólki, þá er það tekið í burtu. Það sem að mér finnst allavega skrýtnast að öll í þessu er bara þegar ég er að tala, bara þegar ég hugsa, the great reset, endurræsingin mikla og þú hefur kynnt þér það, það sé bara að lágmarki finnst mér þetta mjög áhugavert umræðefni. Og ég veit ekki af hverju vættum þá ekki að ræða það og þeir sem er að hlusta eða horfa ekki þá bara tekið afstöð og sagt, þetta er bara algjört kjaftaði eða, þetta meika bara rosa mikið sens. En það er eina leiðin okkar til þess að komast að einhvers konar niðurstöðu þar að við höldum áfram að miðla ólíkum upplýsingum. Og svo getur hver og einni mitt með því að verða betur og betri að hlusta á sjálfa sig. Og ég hef það er fólk sem er bannað á nánast öllum plattformum á internetinu, öllum stærstu. Og ég hef hort á viðtölu þetta fólk. Og ég segi, ég sé alveg að ég full færum að segja, mér finnst 80% af þessu bara að vera algjört bull fyrir minn smekk. En það eru 20% sem ég bara hjartanlega sammála. Þá langar maður að sjá þetta til þess að fá að heyrist 20%, skilur við. Það sjálfsögðu. Og af hverju getum við ekki gefið venjulegu fólki það kredit að það sé bara full fært að taka ákvörðun og segja, mér langar að hlusta á þetta viðtal, þetta er þvæla, þetta er eitthvað þarna, þetta er þvæla, í stæðan fyrir þetta sé einhvern veginn svona svartkvít, það er bara, nei, ég má ekki sjá þetta viðtal af því þetta lítur að vera allt geðveiki. Já, það er náttúrulega búið að stimpla mjög margt geðveiki undanfarandi 2 ár. En það sem er athyglisvert er að þetta með the great reset, þetta er ákveðið fyrir langa síðan. Okay. Og það er til Lockstep bók sem að Rockefeller Foundation gaf út árið 2010 alveg með skrefin og allt þetta hefur verið gert undir yfirborðinu algjörlega með alls konar stjórnmálaskóla World Economic Forum til dæmis. En ef það verið að gera þetta undir yfirborðinu akkur er þetta þó líka upp á yfirborðinu? Í rauninni hefur þetta verið gert smátt og smátt í einingum sem er að leiða til ákveðins alveg eins og Klaus Schwab sem er nú yfir með Davos klíkunar að hann segir við erum búin að smeygja okkur inn í ríkisstjórnin með fulltrúa út allt. Já, maðurinn það eru til myndbönd af manninum að segja þetta. Já, alveg. Þannig að þetta er ekki eitthvað bull. Nei, þannig að þetta er bara staðreynd en hinn almenn umræða meðal almennings fréttir þetta eigum við að kjósa þetta, eigum við að velja að fara þessa leið, er þetta leiðin sem að en stóra spurningi mín væri þá, ef þetta er eitthvað svona svakalegt plott af hverju væri þá ekki verið að fela það meira? Mér skilst og ég er náttúrulega bara að segja mér skilst eftir upplýsingu sem ég hef fengið að partur af þessu liði sem er að plotta þetta það er með þá hreinu að ef að það segir frá hlutunum áður að þá fylgir því ekki slæmt karma. Ok. Já, og það er búið að vera að segja okkur frá fullt af hlutum í bíómyndum. Í sjónvarpsþáttum.
og við alveg, vá, þetta alveg hræðilegu þáttur, þetta hryllileg mynd og eitthvað, en það svo gott að þetta ekki bara raunveruleikin, skilur við förum og horfum á eitthvað, en við gerum okkur ekki grein fyrir það að vera að senda okkur skilaboð í gegnum þetta við gefið út fullt af bókum og alls konar skýrslum allt, við lesum það ekki. Nei, þarna dett ég aðeins út í því að svona, þú veist, hver að blotta þetta? Þar sem þar ekki ennþá búið að ná mér sko. Það einhvern veginn svona, hvaða fólk að blotta þetta? Þeir sem stjórna peningunum í heiminum. Ok, og hvernig fara þeir þá að því að koma sér inn í bíómyndirnar og þú veist, bara með því að þeir stjórna bara, þeir eiga þú verður að gera grein fyrir því að það eru 3 fjárfestingasjóðir sem eiga nánast allt í heiminum það BlackRock, Vanguard og ég man ekki hvað sá 3. heitir þeir eiga bara allt. Þeir eiga 50% í Apple og 50% í Microsoft, þeir eiga í Pepsi og Coke, þeir eiga allt allstaðar, skilur. Og á baku, þú eru að gera líka grein fyrir því að þeir sem telja sig vera ríkustu menn í heimi, þeir eru að láta þess að sjóði fjárfesta fyrir sig. Svo Larry Finn hjá BlackRock, hann sér fjárfestingarnar og þetta er peningastjórnun